Þann 7. október 2023 réðust hryðjuverkamenn Hamas á Ísrael og myrtu yfir 1200 manns, þar á meðal konur, börn og unglinga og tóku 100 gísla. Í kjölfarið lét forstjóri Rapid Limited þau orð falla í einkasamtali við Íslendinga á netinu, ekki opinberri yfirlýsingu eða fjölmiðlaviðtali, að við munum gera hvað sem er at any cost til að gera út af við Hamas hryðjuverkamennina. Þessi orð voru sögð örfáum vikum eftir grimmilegt hryðjuverk og voru augljóslega tjáning á afstöðu gegn hryðjuverkum og engu öðru. En það kom ekki í veg fyrir að pólitískir andstæðingar hrintu af stað áróðusherferð þar sem meining orðanna var afbökuð og túlkuð sem hvatning til fjöldadrápa á saklausum borgurum á Gaza. Þetta er ekki saklaus mistúlkun, þetta er meðvituð markviss árás. Árás sem miðar að því að ráðast að íslensku fyrirtæki með rógburði og ósannundum og þetta er ekki málefnaleg gagnrýni heldur áróður. Pólitísk aðferð byggð á lygi, útúrsnúningi og þeirri hættulegu aðferð að leggja öðrum orði í munn sem þeir hvorki sögðunni meintu. Það er beinlínis móðgun við almenna skynsemi að halda því fram að afstaða gegn Hamas, samtökum sem alþjóðasamfélagið hefur skilgreint sem hryðjuverkasamtök, jafngildi stuðningi við drápi á börnum, konum og óbreyttum borgurum. Hvaða hvatir liggja að baki því að snúa þessum orðum þannig? Hvaða tilgangi þjónar slíkt annað en að kynda undir tortryggni, vekja ótta og skapa pólitíska útskúfun? Rapid Europe er íslenskt félag með rótgróna íslenska kennitölu, 180 starfsmenn á Íslandi og alla sína tæknistarfsemi innanlands. Allur hugbúnaður Rapid er til dæmis þróaður hér, ólíkt fjölmörgum fjártæknifyrirtækjum sem flytja slíka vinnu úr landi. Engu að síður er fyrirtæki nú gert að skotmarki, eingöngu vegna þess að hluti eiganda þess er í Ísrael, líkt og hjá ótal alþjóðlegum félögum sem enginn setur út á. Til að bæta gráa ofan í svart hafa núverandi og fyrrverandi ráðherrar eins og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Sigurður Ingi Jóhannsson sett fram tortryggilegar yfirlýsingar sem virðast ganga út á eitt, að veikja traust og skaða rekstur íslensks fyrirtækis. Þetta er grafalvarlegt þegar íslensk fyrirtæki þurfa að verja sig fyrir eigin stjórnvöldum á sama tíma og þau keppa við erlenda risa með aðgang að íslenskum bönkum sem nú starfa sem útibú fyrir þá. Ef íslensk stjórnvöld ætla ekki að standa vörðum íslenskt atvinnulíf og íslenskt hugvit, hver á þá að gera það? Það er nú stóra spurningin. Og það er einmitt svo rosalega harkalega svínslegt að ráðherrar í ríkisstjórn, Þorgerður Katrín og Sigurður Ingi, fyrrverandi ráðherra, skuli taka út svona stakt íslenskt fyrirtæki og ráðast að undirstöðum þess. Ég ætla búin að segja þetta hérna oft áður. Hversu alvarlegt það er að það eru 180 fjölskyldur sem byggja afkomu sína á starfsemi Rapid. Og hafandi það í huga að Rapid er ekkert, ísraelskt fyrirtæki, þó að sé ísraelskir eigendur í eigandahópnum, að þá er þetta bara íslensk kennitala, greiðir íslenska skatta, öll starfsemin á Íslandi. Og þetta er náttúrulega bara ofstækis fólk sem hefur komið þessu til leiða að nú er sem sagt verið að reyna að gera út af við þetta íslenska fyrirtæki. Ég sá helviti góðu pistill annar sem ég las á netinu þetta allt saman. Staðarendur gegn legum, hver er raunverulegu tilgangur áróðursins gegn Rapid? Fyrirtæki Rapid hefur orðið skotmark samrændar áróðursherferðar sem byggir á legum, rangtúlkunum og pólitískri óvild. Fullyrt hefur verið að félagi hefur stofnað War Room til að styðja hernaðaraðgerðir gegn Gaza. Það er rangt. Þetta svokallaða War Room var sett á laggirnar í þeim eina tilgangi að fylgjast með flutningi fjármuna til Hamas, hryðjuverkasamtaka sem alþjóðasamfélagi hefur skilgreint sem slík. Að ræða lögbundna skyldu fjártæknifyrirtækis sem tekur ábyrgð sína alvarlega, ekki árásaraðgerð. Einnig hefur verið haldið fram án nokkurra sannana að Rapid hafi veitt fjárstuðning til hersins. Þetta er hrein og klár tilbúningur. Myndir sem dregnar hafa verið fram sem sönnunargögn sýna 2 starfsmenn Rapid sem voru hvattir til herþjónustu árið 2022, löngu áður en hernaðaraðgerðir hófust á Gaza. Að ræða kveðjustund meðal samstarfsfólks, ekkert annað. Þrátt fyrir skýra staðarendir heldur áróðurinn áfram. Nú er jafnvel því haldið fram að það eitt að eiga viðskipti við Rapid Europe, íslenskt félag með kennitölu starfsstöð og 180 starfsmenn á Íslandi, jafngildi broti og alþjóðalögum. Þetta félag hefur aldrei tekið þátt í átökum. Það er hvorki meitt né hóta neinum. Enn alvarlegra er að íslenskir ráðamenn, þar á meðal Sigurður Ingi Jóhannsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hafa tekið undir þessar ásakanir og þannig ýtt undir hættulega hugmynd að lögleg viðskipti geti talist þáttaka í þjóðarmorðum. Það hefur reynt að fegra þessar aðgerðir sem sniðgöngu en í raun er hér að ræða samhæfða ofbeldisherferð. Fyrirtækjum sem halda áfram samstarfi Rapid hefur verið hótað, starfsfólk hefur orðið fyrir hótunum og persónulegum árásum, limmiðar með textanum þú tekur þátt í þjóðarmorðum á Gaza, Rapid styður þjóðarmorð hafa verið límdir á rúður og veggi, vísvitandi ætlaði til að hræða og þagga niður.
Þetta ekki friðsamleg mótmæli, þetta ógnarstjórnun. Og til að herða árásunnar enn frekar var sett á fót vefsíða sem skráir fyrirtæki eftir því hvort þau skipta við Rapid eða ekki. Þessi skráning notuð til að beita þrýstingi og hótunum. Að baki síðunni stendur engin með nafni, engin ábyrgð, ekkert gegnsæi. Menn ráðast af fyrirtækjum sem nætur með límmiðum, huldu bílnúrum og lambúsettur. Ef málstaðurinn svona göfugur, hvers vegna fela sá andlit sína eins og glæpamenn? Þessi herferð líkist ekkert því sem við eigum að þekkja úr lýðræðissamfélagi. Hún líkist frekar aðferðum harðstjórnarríkja, þar sem ógn, þöggun og nafnarskráir eru notaðar til að útrýma andstæðum skoðunum. Já, þetta bara brot úr þessum pistli, sko, en þú veist, og það að Sigurður Ingi og Þorgerður Katrín taki þátt í þessu, kyndi undir þetta, stígi ekki fram og verji þetta fyrirtæki. Það er galið. Þeir eru bara að gera að pólitískum tilgangi til að eitthvað draga eitthvað atkvæði eða eitthvað til sín. Það er eina. Algjörlega. Það er það sem ég var að tala með Þorgerði Katrín, ef hún ætlar að vera að segja eitthvað svona veik hluti Ísrael og eitthvað svona, en svo er hún eitthvað að gera neitt í því, sem ég er ekkert að segja hún eigi að gera, en hún á bara ekki að segja shit. Nei. Þetta er glatað og raun og veru, sko, ég veit ekki, þetta er svona, já, ráðherra í ríkisstjórn ber meiri ábyrgð en svo að hann geti bara einhvern veginn, þú veist, stuðlaði því að íslenskt fyrirtæki sé knésett af því út af einhverjum óljósum tengingum við Ísrael. Já. Það er brjála. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-rásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengd þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.